Kostnaður við eftirlitsstofnanir í viðskiptalífinu hefur þrefaldast seinasta áratuginn. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins segir eftirlitið dýrt bæði fyrir hið opinbera og atvinnulífið. Jóhannes Stefánsson. Og ef til vill syngjandi sjálfstæðishetju með saltfisk hjartastað. Kostnaður við rekstur ýmissa eftirlitsstofnana hefur aukist 316% á verðlagi dagsins í dag frá árinu 2002 til ársins 2012. Árið 2002 kostaði rekstur þessara stofnana 730 milljónir, en árið 2012 kostuðu þær hins vegar 2,3 milljarða samkvæmt ríkisreikningi. Mest var aukningin á árunum fyrir hrun, eða úr tæpum 800 milljónum á ári 2004 í 2,4 milljarða árið 2008. Kostnaðurinn dróst lítilega saman eftir hrun en hefur náð þeirri hæðum að nýju. Ryksugan á fullu étur alla drullur, allararararararararam. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, segir aukið eftirlit íþyngja atvinnulífinu. Fyrirtækin finna mjög mikið fyrir þessu aukna umfangi eftirlits í landinu. Það búið að aukast mörg hundruð prósent hérna á einum áratug. Sumt af þessu eftirliti er afar nauðsynlegt og veitur okkur öryggistilfinningu, en annað myndi ég segja að sé hreinn óþarfi, eða minnstakosti sé verið að kosta of miklu til. Við vorum búin að auka umfang regluverksins og eftirlitsins mjög mikið hér fyrir fjármálakreppuna og eftir hana hefur þetta aukist ennþá meira. Og það einhvers staðar eru nú efri mörk á því hverju þetta skilar. Þannig að þú ertu ekki sammála því að þetta sé bara nauðsynleg og aukning svona í ljósi efnahagskreppu? Eftirlit er nauðsynlegt, en það hvernig þetta er gert á Íslandi og hvernig við höfum verið að auka þetta eftirlit er að sumu leyti óþarft. Orri segir á endanum séu það neytendur sem borgi brúsann. Þetta endar á því að vera kostnaður sem bara veltist yfir á almenning. Það er að segja að það eru bara dýrar að reka fyrirtæki sem þýðir að einhvers staðar endar nú kostnaðurinn. Það verður það annað hvort minni hagnaður af fyrirtækjum eða dýrar að verð til almennings, nema hvort ekki sé. So I strongly suggest that you wake the up.